Ásgeir Brynjar Torfason var hérna hjá okkur þegar vorum að fara í fréttaefilitið og hann var nú bara á því að þetta væri mjög svartur dagur. Hann var bara benti til þess að við værum að missa tökin á verðbólgunni og fátt benti til þess að stjórnvöld myndu gera það sem að þyrfti að gera. Þetta eiginlega bara breyta algjörlega stefnu hjá ríkisstjórninni og í Seðlabankanum. Ná höndum saman eitthvað sem að við sjáum ekki fljótublaðið að segja hægt. Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR enga komin. Ég býst við að þú hefur ekki verið glaður þegar þú sást verðbólgutölunar í morgun. Nei, aldeilis ekki og ég rifjaði nú upp tíma minn í karphúsinu í aðdraganda jóla. Já. Þegar var mikill þrýstingur á að skrifa undir skammtíma kjarasamning og með það sem að ég kallaði eftir að yrði forseta þess að það væri hægt að skrifa undir kjarasamning akkúrat á þessum tímapunkti sem að var ákveðin vísitölu viðmið. Ég kallaði nú pistil sem ég skrifaði 598 en þegar samningurinn tekur gildi að þá er vísitala neysluvers frá gildistöku 560,9 og ég vildi fá þá klausu inn í samningana hjá okkur vegna þess að af reynsluna dæma að þá ber ég ekki það traust til atvinnulífsins og tala nú ekki stjórnvalda að öll loforð það að hér ætli fólk að vinna saman og leggjast á eitt við að halda hér niður verðlagi og sína samfélagsábyrgð og taka þátt í þessu með okkur að öll slík loforð hafa hingað til ekki verið orðanan í pappirsins virði. Það hefur bara búið að semja þá bara nugguðu menn saman höndunum og fór að hækka? Já, það gerðist eiginlega bara strax og ég taldi að þetta yrði viðbúið að bæði hið opinbera stjórnvöld og sömuleiðis fyrirtæki myndu koma með holskeflu gjaldskrár og verðlagshækkana sem að svo var raunin og ef við tökum bara samsetning á verðbólgu frá því að kjarasamninga taka gildi eða frá 1. nóvember að þá er það sem drífur verðbólguna áfram og mun meira heldur en greiningaraðalar spáðu meðal annars Seðlabankinn sem reyndar hefur aldrei verið með rétta spár síðan að mælingar hófust, það er kannski önnur saga en það sem að drífur verðbólguna áfram frá þessum tímapunkti og við vorum að horfa svolítið á stöðuna fram í tíman þegar við gerum samningin að það eru mitt gjaldskrárhækkanir hins opinbera og sérstaklega álögur og bíla sem að drífa verðbólguna áfram í janúar og síðan er þetta stýrivaxtahækkanir Seðlabanka sem eru farnar að bíta að því að og svo náttúrulega verðlagshækkanir á nauðsynjavörum og matur og drykkur og húsgögn og þar fram til góðan. Það er einhverju tengt í að útsölunar eru búnar en samt eru húsgögn og heimilistæki eru miklu dýrari núna en það voru í nóvember. Já, það er það sem að við höfum verið að greina í okkar tölum að þessi vissum að áhrif útsölu áhrifin í janúar voru minni heldur en við reiknuðum með og sömuleiðis líka voru áhrifin tilbaka mun meiri. Það sýna bara allar tölur, afkomatölu fyrirtækja og til dæmis greiningar samkeppniseftirlitsins á framleiða hlutfalli fyrirtækja og svo framvegis að í gegnum þetta verðbólguskot að þá hafa fyrirtækin rauninni sýnt af sér fordæmalaust, ég segi kannski ekki fordæmalaust eða fádæma ábyrgðarleysi þegar kemur að því að milda höggið og það sama bara er upp á teininginu núna að við erum komið með vísitöluna í 577,3 og ef ég hefði fengið þessa ósk mína uppfyllta að búa til raunverulega hvata á stjórnvöld og atvinnulífið, fyrirtækin, neyðaðu í það að hér myndi það hafa alvarlegar afleiðingar ef að þau myndi ekki vinna þetta með okkur, að það myndi hafa afleiðingar að samningar myndi þá losna fyrr ef þau myndi ekki halda í sér bæði gjaldskrárhækkunum og sömuleiðis verðlagshækkunum,
að þá myndi samningar losna í 598 og þegar við vorum að gera samningin að þá var spáin okkar svo að þetta gæti nú haldið út samningstíman þó að væri náttúrulega margir óvissuþættir en með stöðuna eins og hún núna að þá eru alla líkar á því að samningar hefðu losnað í það minnsta í ágúst eða jafnvel fyrr. Jável. Ef þetta hefði fengið að fljóta inni og ég einmitt að gera grein fyrir þetta, var nú ástæðan fyrir því að ég var mjög ósáttur með... Svo frekt varð, það var ólundarlegur annað undirskriftina? Ég bara hafði einfallega ekki geðið mér að standa brosandi með flurjóma út á kinnar með samtökum atvinnulífsins sem að hrósuðu miklum sigri í þessum kjarasamningum. En það sem að gerist núna, nú verðbólga miklu meiri heldur en að fólk óttaðist og það sem að þú færð enn frekari vaxtahækkun Seðlabankans 22. mars. Þú færð líklega stýrivextin upp í 7,5 eða eitthvað meira. Þegar að verðbólga var síðast yfir 10%, þá voru stýrivextin í 9,5. Já, það sem að það hefur ekki verið svona há verðbólga síðan 2009, það voru 10,8% og síðan ger ég nú líka athugasemd við það að hér eru svo fyrirsagnir flestara miðla uppfullar af viðtölum við greiningar eða aðalhagfræðinga bankana, Íslandsbanka og allir talaðir undir rós eins og alltaf, hér þurfi að hækka vexti enn frekar og aðalhagfræðingur Arion banka gengur lengst og kallar eftir 100 púnta hækkun í mars. En hún segir nú eiginlega bara miðað við stefnu Seðlabankans, hvað hann hefur sagt hingað til, þá getur við bara gert ráð fyrir í, 1% hækkun. Já, þetta er líka öll svona framsetning og hvernig fólk talar hefur áhrif. Þetta hefur verið vandamál. Búa til umhverfi svo auðveldra fyrir Seðlabankan að hækka. Þetta er eins og bara núna, verðbólga komin yfir 10% og það er þessi lenska sem að einhvern megin múgæsingur sem að myndast í öllu samfélaginu. Hér þurfi þá að hækka allir 10%, hvað sem að séu gjaldskrárhækkanir eða vöruverð og það tala allir inn í þetta og það tala allir upp verðbólgun og þetta er líka rauninni bara þetta vandamál til dæmis, þessi hjarðhegðun og hún risti mjög djúpt og svo þegar við skoðum afkomutölurnar að þá er ekki vafi, þetta er engin ágiskun, það er bara engin vafi á því að hér er það almenningur sem er að taka alla áhættu, er að borga brúsan á meðan fyrirtækin hagnast ævintýrlega og við sjáum nú bara til dæmis hagnaðatölur Eimskips sem hafa tvöfaldast á milli ára og þetta hefur áhrif á allt vöruverð líka og það er með ólíkindum að verða vitni að þessu þegar að þrengir svona að hjá fólki og eina leið eða eina tæki eða það eina sem Seðlabankunum dettur í huga það er að auka enn frekar á vanda fólks með því að reyna að stemma stigum við eitthvað sem að bæði ber mjög mikla ábyrgð á, þar sé verðbólgunni og sömuleiðis líka að draga úr einkaneyslu en það verður og það er enginn að tala eða hugsa í einhverjum öðrum lausnum vegna þess að leiguverð er að fara upp, það gerir það með frekari stýrivaxtahækkun, skuldi fyrirtækja, skuldsett fyrirtæki sem að margótt komið hér fram, skulda 5.500 milljarða að bara 1% upp í vaxtakostnaði eru 55 milljarðar og fer nálægt því sem að kosta að klára síðustu kjarasamninga bara ef að Seðlabankinn til dæmis fer þá leið sem að Arion banki reikna með að hann geri. En það er líklegast með að öllu óbreyttu að þá mun ríkisstjórnin ekki gera neitt. Seðlabankinn mun hækka vextinu upp í 7,5 og jafnvel meira. Bankarnir munu bara þann daginn senda það allt út í sína vaxtahækkanir. Það þarf eitthvað stórkostlegt að gerast til þess að þessi saga bara haldi ekki áfram. Svo fáum við tölurnar yfir verðbólguna í mars og þá fáum við meiri vaxtahækkanir. Sér þú ykkur að sé ykkur að breyta kúrs? Og svo verður verið að skammast yfir því að það megi ekki láta undan kröfum eflingar vegna þess að það geti sett verðbólguna í gang. Já, umræðan og orðræðan er náttúrulega ótrúleg og það hefur ekki ennþá fundist tölulegt samhengi
launahækkana og verðlags síðustu 20 árin. Seðlabankanum hefur einfallega ekki tekist að sína fram á það. Þrátt fyrir að margir, innan gæsalappa sérfræðingar halda öðru fram. En það sem að Ásgeir Brynjar var að tala hérna fyrir þættunum að hér þyrfti samstillt átak stjórnvalda, atvinnulífs og allra að vinna saman að því markmiðin á verðbólgu niður. Þetta tekið undir þá er algjörlega sammála, en við erum búin að tala fyrir aðgerðum og vara við þessu ástandi sem raungerast núna árum saman frá heimsfaraldri, tala fyrir aðgerðum og mótvægisaðgerðum. Við höfum bent á það bentum á það og gert í árum saman að setja þak á leigu eða raunverulegar aðgerðir á húsnæðismarkaði svo að allur sá stuðningur sem er ekki mikill, sem hefur komið frá stjórnvöldum, fari ekki beint í vasa eigenda leigufélagana og svo fram eftir göttunum. Við höfum kallað eftir aðgerðum varðandi. Þess var lofa 2019. Já, ég meina, ég satt í fyrri starfshópnum húsnæðismál sem að lagði til leigubremsu og síðan þá hefur annar starfshópur verið stofnaður og nú er komin einhver nefnd eftir að starfshópurinn seinni skilaði af sér og það verðist ekkert hylla í neinar aðgerðir. Annað er það að það eru húsaleigubætur hækkaði lítilega og barnabætur lítilega, en alltaf bara í engu samræmi við afkomu fyrirtækja. Verðbólga verður búin að geta hækkunum húsaleigubótum sko í næsta mánuð. Og ekki einasta samræmi við til dæmis bara hreina aukningu á vaxtatekjum bankana. Bara svo dæmi séu nefnt að maður sér það ekki í fljótu bragði að það sem að til dæmis Ásgeir er að kalla eftir sem að ég er alveg sammála að það komi til með að gerast. Ég reyndi mitt ítrasta í að fá samtök atvinnulífsins að koma rauninni ekki bara myndalega borðin í síðustu kjarasamningum, heldur líka bara sína í verki að þeim væri alvara með því að reyna að ná niður verðbólgu og með því að búa þá til umhverfi sem að byggi til hvata bæði hjá stjórnvöldum og fyrirtækjunum að hér væri skynsamlegt að láta staðan numið varðandi arðsemiskröfu og þennan gríðala hagna sem hefur myndast inn í atvinnulífinu og inn í bankakerfinu, að hér væri bara svona staðanumið og hér ætluðu menn bara að stíga bara þétt skref og tala með sterkum hættin í næstu kjarasamningu og sína ábyrgð, raunverulega ábyrgð. En það var ekki fyrir það fyrsta hljóngrunni fyrir því og félögin sem að komi að gerð kjarasamningana í desember að þau voru ekki tilbúin til þess að standa á þessu og verja þessa kröfu okkar og þessa hugmynd, voru sammálinni en töldu að þetta væri mögulega kannski óþarlega, að ég væri óþarlega svartsýnn eða eitthvað, ég veit það ekki en eitthvað var það en við erum sannarlega að býta úr nálinu með það núna að hafa ekki staðið fastar á þessu. En hvað er hægt að gera í þessu ástandi? Lækka virðisauka á matvöru, greiða niður þar með matarverð, eða myndi það bara renna í, er við þá að viðurkenna það að hagar og festi megi hafa allan að hagnað? Ég er ekki sammála þessari aðferðafræði, vissulega. Þú nefndir húsaleigubætunar því það renna bara beint til Ölmu? Og þetta hefur gerst með svo margt. Tökum bara til dæmis frístundastyrkina þegar þeir eru hækkaðir. Að þá koma bara íþrótta- og frístundafélögin og þau hækka gjaldtökuna á móti til jafns við hækkun frístundastyrkja og yfirleitt eitthvað meira. Þannig að þetta er bara tilfærsla, styrkurinn fer ekki á þann stað sem hann á að skila. Og hvað þá til á það? Og ég ætla bara að fara aðeins í gegnum þetta að til dæmis eins og við vorum að vera að greina hjá Bjargi íbúðafélagi þar sem að fátækasta fólkið er að leigja þó með lægstu húsaleiguna, að við sjáum það þegar vanskilin eru að aukast að hvernig þau minnka eru greitt niður með til dæmis greiðslu barnabóta, þegar barnabætur eru greittar út, að þá borga fólk niður vanskilin á húsaleigunni og þar fram eftir göttunum og við vitum það að hækkun húsaleigubóta að það hefur ekkert af þessu skila sér til fólksins í lægri húsnæðiskostnaði, heldur hefur hann bara hækkað
þannig að það þarf miklu drastískari aðgerðir og það sem hefur gerst til dæmis í Evrópu og víðar Norðurlöndunum að þar hafa verið settar reglur tímabundið hvað má hækka leigu. Það hafa verið settar á hvalrekaskattar á ofurhagnað fyrirtækja til þess að greiða niður til þess að greiða niður aukinn kostnað eins og til dæmis út af raforku og fleiri þáttum og það í sjálfu sér það eina sem að ég sé í stöðin úr þessu miðað við það sem að það lítur að blasa við öllum að Seðlabankinn, hann mun ekki nota neinanur tæki eða neinanur tól til þess að hann hefur ekkert annað, segir hann. Já. Hann náttúrulega, hinum megin hann náttúrulega drapan möguleika láta ekki fólks til að eignast húsnæði með hertu greiðslumati. Já, við tökum bara að hækka stýrivexti til þess að slá á einkaneyslu og þenslu. Það væri ekki næra að nota fyrir eitthvað skattkerfi til þess að slá þá á þenslu og eyðslu þeirra sem að hafa mikið á milli handana og stýrivextahækkandi býta ekki á. Skynsamlegt að refsa fólki sem að bara komið í mjög þrönga stöðu, bæði nú þegar varandi húsnæðislánin og leiguna og það sem að Vilhjálmur Birgisson kalla gjarnan snjóhengjuna, það eru húsnæðislánin sem eru að renna út á föstum vöxtu núna næstu 12 og upp í 24 mánuði. En það er ekki bara á þetta fólk sem tækin býta? Þar mun greiðslubyrðin tvöfaldast. Nei, veistu, ég held að ég í sambandi við mjög mikið af fólki og það eru margir sem skrifa mér og staðan að þrengjast. Fólk kannski kemst í gegnum eða myndi segja svona flestir í svona millitekju hópunum þeir halda þetta út svona verðbólguskot þar sem að verðlag og kannski kostnaður heimilisins hefur hækkað einhver 20.000 en þegar við erum að tala tvöföldun á greiðslu afborgana lánum og þar fram eftir göttunum að þar það reiknistæmi sem gengur ekki upp hjá flestum. Það sem að ég held að sé eini stöðunni bara rauninni að skattleggja ofurgróðan. Þú verður að fara þá bara í gegnum skattkerfið til þess að spenna niður þessa taumlausu græðgi sem virðist vera og þetta skilningsleysi fyrir stöðu almennings í landinu og þeirra sem að eru að verða verst úti út af bæði verðbólgunni og stöðun og lána og húsnæðismarkaði að það er eina leiðin, annars þurfum við alltaf að vera fjármagna með greiðslu með skattpenningum endalísu styrki sem að fara síðan bara í vasa þeirra sem er að mata krókin á þessu ástandi og þá vísa ég bara aftur í það sem er gert í löndunum í kringum okkur að fara eftir þeirra fordæmi, að sækja þá fjármuni það sem þeir eru sannarlega til. Hvað er að gera við fjármunina? Þú er búin að sækja þá í hvalrekaskattur í Íslandi væri líklega bankaskattur, það væri orkuskattur á stóriðuna og það væri mögulega skattur á stórútgerðina sem er í miklu góðari út af hækkun fiskverð. Þetta eru bæði stóriðan og stórútgerðin hefur grætt mikið á innrásinni í Úkraínu. Og fjármagnstekjuskattur. Og hvað er að gera við peningin? Já, Loka gat ríkissjóðs eða ætlar að deila honum út? Já, það er að gera þetta í tvennulegi. Það er að laga halla ríkissjóðs annars vegar. Það er nóg að sækja. Það er nóg að sækja. Og ef við setjum þetta bara í samhengi við nokkra milljarða sem hafa verið settir í aukinn stuðning til barnafjölskyldna og síðan í húsaleigubætur og eitthvað aðeins í vaxtabótakerfið. Þetta eru bara einhverju örfáu milljarðar á meðan fyrirtækin hafa verið að skila hreinum hagnaði upp á 2021 upp á yfir 500 milljarða. Þessar tölur eru reyndar svolítið á reiki en þetta er einhvers staðar þessu bili og afkomað virðist vera einhver síðri 2022 og það stefnir bara í áframhaldandi góðari þar. Þannig að við erum að tala að það þarf ekki mikið til að sækja mjög mikla fjármuni og sérstaklega varandi bankaskattin að við höfum greint það að bankarnir þeir hafa aukið arðsemi skröfu sína, þeir eru aukið vaxta álag, þeir eru aukið og hækkað öll umsýslugjöld sem eru tekin af fólki fyrir að gera fyrir minnstu viðvik. Á móti hafa þeir lokað útibúum, skert þjónustu gríðarlega. En aukið hins vegar arðgreiðslu til eiganda sína? Og aukið, já, og þetta var gert til bara og allt talum að þessi þjónusta hafa átt að lækka þegar bankaskattu var lækkaður hérna í desember 2019 að það er bara orðin tóm tölurnar segja allt aðra sögu
og við sömdum reyndar í síðustu kjarasamningum núna í desember að það yrði meira gagnsæi varðandi gjaldtökuna hjá bönkunum og þeim skylt núna og verður skylt að sýna með samanburðarhafum hætti hvernig þeir eru að taka hvernig gjaldtakan af venjulegu fólki allt frá því að hvað taka fyrir að nota kortið í útlöndum og hvað taka fyrir að í færslugjöldum allt þetta en það kannski önnur saga en þá klárlega að fara í háan bankaskatt á bankana og ef við ætlum að taka þetta síðan í gegnum tilfærslukerfin svo til dæmis vaxtabætur til þess að fólk nái að standa undir stökkbreyttri greiðslubyrði á lánum að þá þarf að fjármagna það sérstaklega. Við getum ekki réttlætt það að eins og til dæmis í gegnum húsaleigubætunar að það sé bara algjörlega undir leigufélögunum og leigusalunum komið hvaðan hækka leigu mikið og ríki bara styðji á móti til þess að fólki geti staðið betur og betur undir því. Þannig að það verður að vera eins og við kallað eftir, það þarf að setja skýrar neyðarreglur, neyðarlög á leigumarkaðin og það þarf líka að sækja fjármunni inn í bankakerfið sem að þar tilfærslan til þess að standa undir stuðningi fólk sem að getur ekki borgað að lána. En Ragnar, nú varstu í samningu fyrir jól. Þar hefur geta lagt áherslu á þessar kröfur. En nú eru flesti búin að semja, þannig að hvernig ætlar að ná þessu fram? Nú eru bara samningar næstur lausir í loki janúar næsta ári. Þetta eitt af þessum mörgum málu sem að við vorum að berjast fyrir. Það var að stjórnvöld myndu efna loforðum leiguþak, leigubremsu og taka á þessum fyrirsjáanlega skuldavanda heimilina sem að mun, ef ekkert verður að gert, enda með ósköpum. Það ekki þetta að horfa á þetta öðru sem bara með ósköpum. Ég er bara að velta fyrir mig því Ásgeir var líka að tala um þetta við erum að gera þetta og við erum að gera þetta og allir eru að koma saman. Hvað á þetta fólk að hittast til þess að skipta skoðun? Við til dæmis erum með fund á morgun sem að Hagsmunasamtök heimilin að halda í Iðnó og við munum ræða stöðuna og hugmyndir að lausnum. Það verður til dæmis Guðmundur Hörður frá samtökum leigjenda Guðmundur Hafn fyrir ekki, og Ásta Lóa frá heimilina, þú og Vili Birgis og Marin og Kenny Álsson sem hefur nú verið mjög öflugur í gagnrýni sinna á Náttúrulega Viljónur kom hingað. Já, það fá hana morgun. Þannig að þetta verður örugglega hörkufundur og ég hvet alla til þess að mæta vegna þess að við erum að fara að ræða þessa hluti en síðan mér leiðist að svara ekki spurningum og þú talar kjarasamningarna núna í desember og hvað settir ráða og af hverju ég samþykki þetta allt saman bara í samningunum og það nú einu sinni þannig að þegar þú setur Þú bara útskýra það, ég er bara að velta með nú þegar samningarnir eru komnir og eru fastir hvernig ætlið þið og nú Vilhjálmur með þér, hvernig ætlið þið að ná því fram að stjórnvöld sitja á leiguþak leggi á hvalrekaskatt farið út í aðgerði sem að bæta stöðu venjulegs fólks, verja stöðu hinna tekjuminnstu fyrir verðbólgunni. Hvernig náðu þessu fram? Já, það er bara ein leið að ná þessu fram. Það er að félögin fara alls bara saman í næstu lótu. Og ég held að fólk sé miðað við það sem að gekk á núna í aðdraganda samningana og þeirri stöðu sem að ömurlegu stöðu sem að Efling er í að vera eina félagið eftir og fá í sjálfu sér ekki þennan sveigjanleika á sinn samning sem að við til dæmis fengum og iðnaðarmenn að ég bara leyfi mér að vona að það mál klárist hratt og vel þannig að þrátt fyrir deilur innan hreyfingarinnar og hvað ég segja þau miklu sviftingar sem hafa verið þar að þá höfum við verið að funda núna undanfarið og ég held að fólk sé farið að átta sig á því innan það er að segja félögin innan Alþýðusambandsins að svo atburður sem teiknaðist núna upp fyrir kjarasamningana í desember að hún mun ekki endurtaka sig og ég held að þó svo fólk hafi tekist mjög hatarmlega á innan veggja Alþýðusambandsins að þá gera sér held ég allir grein fyrir því núna að það er einfaldlega engin annar valkostur í stöðunni fyrir hreyfinguna heldur en að fara sameiginlega að borðinu
fyrir næstu kjarasamninga. Það bara svo langt taka til, Ragnar. Því að ég veit ekki hvað það hefði heilt Ásgeir Brynjar segja hérna. Hann var bara sleginn yfir stöðunni að nú erum við kannski bara að missa verðbólguna. Men hann talaði svolítið að það þarf að gerast bara eitthvað á næstu vikum á mánuðum. Ég gerir mér alveg grein fyrir því og það líka það sem að við þurfum að átta okkur á að þetta eru mál sem að mig ekkert býða. Skaðin sko skeður að mjög miklu leyti og margir lendir í bara mjög erfiðri stöðu. Já, og við getum eitt hér heilli kvöldstund til þess að fara yfir þá sorgarsögu sem að ég hef orðið vitni að margar fjölskyldur eru bara í bæði þessa stundin og hafa þurft að taka mjög drastiskar ákvarðanir síðustu mánuði og misseri og ég sé sko þú veist hvað þetta að gera sko það eina sem við gátum gert hérna eftir hrunið þegar að ríkisstjórnin tók algjörlega afstöðu með fjármálakerfinu, bönkunum, föllnu bönkunum og endurreist þeirra og algjörlega þeirra forsendum og fólki var algjörlega skilið eftir bjargarlaust þá var til þessi neisti og þessi hreyfing sem að til dæmis skilaði mér inn í stjórnmaferð þessi pólitíska tenging við verkalýðshreyfingana gerði það verkum og hún stóð bara algjörlega máttlaus, hreyfingarlaus hjá á meðan allt þetta gekk á samþykti bara þessa skiptingu og þessar aðgerðir sem voru algjörlega miðaðar af því að verja sérhagsmuni á kostnað fólksins í landinu og hvað gerist í kjölfarið? Það verður búsáhaldabylting, það eru stofnuð stjórnmálasamtök, borgarhreyfingi var til, hagsmunasamtök heimilina sem að ég tók þátt í að móta og stofna og sömulegis líka gerðum við hallabyltingu í stærsta stéttarfélagi landsins sem að hétt VR og það var ekkert hægt að bjóða sig fram þá til stjórnar. Við þurftum að gera alvöru hallabyltingu og þetta var mjög hár hjalla klífa að komast í gegnum það ferli og í framhaldi opnuðu við félagið og nú geta allir búið sér fram og geta allir kosið. Það varð heilmikið til af þeirri byltingu sem að fólkið sjálft stóð fyrir. Þetta var ekkert skipulegar en það, þetta bara, fólk fann það bara sko hjá sjálfu sér. Nú sem að sigla inn í svona andrum aftur. Að sjálfsögðu gerir ég það. Það er annarkvort verðum við að taka bara málinn svolítið í eigin hendur, bara fólkið í landinu og krefjast réttlætis og krefjast þess að það verið farið í aðgerðir sem miða því að setja fólkið og heimilin í fyrsta sæti og allt eitt svo, eins og við sagt stundum að þá sé ég bara voðalega fáttanaði stöðun að það verði eitthvað slíkt sem að mun held ég bara raungerast bara mjög fljótlega því að reiðin og óþoli fyrir aðgerðleysinu það hún nær bara viss langt og einhverjum tímapunkti þá fer þolinmæðin og fólk verður vonandi tilbúið til þess að láta í sér heyra í ríkari mæli að því misboðið, ég held að fólki sé bara almennt misboðið að vera í þessari stöðu og horfa á fjármálakerfið og fyrirtækin hagnast fordæmalausa tölur og ekkert lát virðist þar á og það blandast síðan saman við algjört hrun í úrræðum og stefnuleysi hjá ríkisstjórninni. Hún hefur ekkert hlustað. Öllum vandamálum bara komið fyrir í starfshópum og svo nefndum og það gerist ekki neitt og það ekki eins og við höfum ekki verið að kalla eftir aðgerðum. Við erum búin að vera það er alveg sama hvort þú sendir neyðakall eða kall eftir þess eða kall eftir hinu. Það verðist bara einhvern veginn öllu vera sama og augun eru algjörlega og eyrun lokuð fyrir vandanum. Og það heldur í fram á að við gert nóg. Til þess núna í verðbólgutölunum núna sem byrtu í morgun þá kemur í ljós að allur ávinningur láglaunafólks af skattabreitingunum áramótinu er farin. Já. Og það er bara búin 2 mánuðir af 12 á árinu. Já og það er kannski þetta sem að verður mögulega bara að gerast næst í stöðunni að fólki þarf bara að fara að rísa upp. Það er það sem að hefur gefist vel hingað til þegar að svona stöður kom upp. Og við fundið inn á morgun. Hvenær er hann? Svo við látum nú eins og þú setja að plugga því. Já, ég er að plugga. Já.
Hvernig er hann? Hann er klukkan 8 annað kvöld og það verður fróðlegt að sjá hvort það verður góð mæting. Ég hvet fólk til þess að mæta bara til þess að sýna samstöð og líka til þess að koma með spurningar og við munum fara víða völl. Ég mun koma til dæmis inn á það hvað við höfum verið að gera í húsnæðismálum eins og til dæmis á Bjargi og hugsa þér að við vorum til dæmis að byggja dýrustu blokkina inn í Bjargi sem við vorum að klára núna í Garðabæ, frábærum stað, fyrsta verkefni okkar í Garðabæ fyrir lágtekjufólk og þetta er dýrasta blokk eða íbúð, eða dýrust íbúð sem við höfum byggt og bara hönnu var þannig og skipulagið að við þurftum að vera með ekstra háa lofthæð og svo framvegis og þetta er hæsta leiga sem að við höfum þurft að rukka fjölskyldum fyrir 3 herbergja íbúð. Það er 190.000 krónur og það var byggð blokk á svipuðum tíma við hliðina og hún var afhent aðeins fyrr. Það var gerður leigusamningur þar fyrir hálfu ári síðan sem ég á til þinglistan á 320 skall fyrir mjög svipaða íbúð 3 herbergja. 130 skalli. Já, ég meina þetta er svona þessi klikkun og svo var ég að sjá líka núna auglýst á MBL í dag. Það er verið að auglýsa íbúð, 3 herbergja íbúð til leigu niður í Tangabryggju á 370.000 og við fengum bestu lóðina niður á Tangabryggju með útsýni yfir allan yfir sjóin og voginn og þær íbúðir fóru á 166.000 í leigu sambarlegar 3 herbergja íbúðir. Þetta er kannski svona, ég sé ekki vandinn í hnotskurn. Þetta er það sem við erum að reyna að gera. Við erum að fara á stað með nýtt húsnæðisfélag, við erum að byrja að byggja íbúðir inn í annað kerfi núna í mars, Skóflustunga. Og það er að gera eitthvað núna? Já, við erum að gera þetta núna. Ég veit að það er nauðsynlegt að vera með plön inn í framtíðina. Það er líka að gerast eitthvað bara núna. Já, þetta er það sem við erum að gera. Við erum að reyna að vinna inn í ástand sem að stjórnvöld og markaðurinn hefur algjörlega vanrækt og hefur algjörlega mist tökin á. Við erum að reyna og það er viðleitni í gangi. Við erum að gera eitthvað en það er engin stuðningur. Við hefum verið að leitast eftir fjármagni frá lífeyrissjóðum. Það er algjörlega komið í veg fyrir það, ekki bara löggjaf en heldur líka samtök atvinnulífsins og mér fjármálaeftirlitið vill ekki segist ekki vilja opna á frekari fjárfestingar fyrir lífeyrissjóði eða liðka til fyrir þeim. Það er allstaðar unni gegn okkur og þess vegna eins og segi held ég því miður að þrauta lendingin bara hljóti að verða svo að fólkið rísi upp. Það er ekkert annað í stöðinu vegna þess að við höfum ekki við erum nýbúin að gera kjarasamning og það verðast alla forsendur vera brostnar. Við erum ekki með lausa samninga fyrir í janúar og þetta er alveg rétt hvað að gera núna. Stjórnvöld hlusta ekki, samtök atvinnulífsins og fyrirtæki hlusta ekki. Fjármálakerfinu virðist vera algjörlega sama fólkið. Samtök atvinnulífsins setur nú bara á verkbann Já, það setur á verkbann og áskipurinn að koma líka inn á það að eins og í samanburðarlöndum og í Evrópu þá hækkar stýrivextir en vextir bankana hækki ekki endilega það sama og stýrivextir. Hérna er þetta allt sem hann kert upp og einu viðmælendur sem eru teknir eru talsmenn sömu banka sem hafa mestan hagað í að græða meira og auka hjá sér vaxtamun og auka hjá sér vaxtatekjur. Og ég hef líka spurt, af hverju talið ekki við fólkið sem er á leigumarkaði? Af hverju tölum við ekki við fólkið sem hefur fengið tvöföldun á greiðslubyrði lánana sinna? Af hverju tölum við ekki við fólkið sem býður eftir því að vextirnir verið endurskoðanir og hvernig sú staða verður þegar afborganir tvöfaldast? Það er verið að tala alltaf við fólkið sem talar upp með neikvæðum hætti ástandið og síðan viðbröðin við því sem kemur því síðan best. Ragnar, takk fyrir að koma hingað. Sigurður farið í Iðnó á morgun og hlustað á Ragnar og Vilhjálm Birgisson og Guðmund Hrafn Arngrímsson og Marín og G. Njálsson og Ástu Lóu talandi stöðu heimilana í dag. Þetta er fundur á vegum hagsmunasamtaka heimilana sem að Ragnar tók þátt í að stofna og Marín og reynda líka held ég. Takk aftur Ragnar. Takk.